Með nýjum vegi frá Húsavík upp að Þeistareykjum opnast möguleikar á nýju skíða- og útivistarsvæði við Reyðarárhnjúk. Gönguskíðafólk hefur undanfarin ár nýtt þetta svæði en með nýja veginum hefur umræðan að nýta svæðið aukist til mikilla muna og framkvæmdir eru þegar hafnar því í þessum mánuði var komið fyrir salernisaðstöðu á svæðinu en það var sem nýji vegurinn sem breytti öllu. Við byrjuðum hérna, ef ég held að ég fari rétt með, svona 2003-04. Þá var farið að fara hérna aðeins upp á heiðina og ganga. Því að 2006 þá höldum við fyrstu Íslandsgöngunni hérna. Þannig að það var einhverjum 2 árum áður sem við byrjuðum að vera hérna upp á heiðinni. Þannig að við höfum búin að vera hérna nokkuð og við höfum fikrað okkur sinna áfram upp heiðina og erum komin hingað og hér sjáum við kannski að verði endanlega svona skíðagöngusvæði okkar og alpagreinasvæði hérna í Reyðarárhnjúk og staðsetning skúranna miðast við það og lagning rafmagns og vatns miðast við það að hér í framtíðinu komi upp skíðalyfta. En þið hafið einmitt bara undanfarna vikur verið hérna með framkvæmdir, vassframkvæmdir og koma fyrir þessum skúrum og svona? Já, við fyrir cirka 2 vikur síðan fórum við að leggja hérna vatnslind sem er ofan við Reyðarárhnjúk, 1,3 km. Síðan í framhaldi af því að þá var ákveðið að leggja rafmagn hérna að Reyðarárhnjúk vegna þess að menn eru að fara að setja í framtíðinu upp sendir hérna upp á Reyðarárhnjúk vegna þess að það hefur verið dautt svæði hérna GSM fyrir GSM eða síma 6-8 km sem að þarf að vera upp á öryggi þeirra sem eru að fara hérna á milli Þeistareykja og Húsavíkur. Þannig að þetta gerðist eiginlega bara 1, 2 og 3. Við vorum eiginlega búin að afskrifa það nokkuð að við fengjum rafmagn ekki þennan veturinn og vorum ekkert vongóður kannski á næsta ári heldur. Þannig að það var farið í þessa vinnu og þetta var verkefni Landsvirkjunar, Landsnets og Norðurþings. En allavega næsta vetur að þá verður aðstaða hér bara all góð fyrir gönguskíðafólk. Já, en það sem kannski vantar þegar það ekki komið uppbyggður vegur hérna að húsunum. En við vonum það sé þá næsta verkefni að koma uppbyggðum vegi hérna að skúrunum þannig að við verðum bara að ganga að þeim í vetur þannig að þetta kemur bara í rólegheitum. En svo það fjallið. Já, fjallið. Þetta er sko svolítið merkilegt með þetta. Þetta er fjall sem við erum með brekkuna í suður. Hér er sól þegar það líður á vorin þá erum við með sól hérna frá 10 á morgnana til þangað til hún fer niður. Þannig að ég hef nú svona verið að fara yfir það í huganum að ég svona í fljótu bragði get ekki séð neina aðra brekku sem að snýr í suður, skíðabrekku. Og þetta er mjög svona ákjósanlegt bæði fjölbreytt. Þetta er fyrir fólk sem vill fara á brettum, það getur fara hérna í það sem brettinu mest. Hérna neðst er fyrir þá sem yngstu sem eru að byrja og svo þá sem eru lengra komnir. Þannig að ég vona það bara að við förum núna í þá vinnu og ásamt bæjaryfirvöldum að kannski hvað vilja menn gera í framtíðinni hérna, byggja upp. Ertu þá að tala að færa lyfturnar eða taka lyfturnar úr Húsavíkurfjalli til dæmis? Já, það gæti alveg verið einn möguleiki en það er það bara það sem þarf að fara yfir. Er það eitthvað sem borgar sig, er það besta í stöðun í dag? Ég get ekki sagt það en það hlýtur að vera einn möguleiki og ef það er góður möguleiki þá er það ekkert kannski sem að þetta gæti þá gerst innan örfáa ára. Eru þarna brekkur við allra hæfi? Já, það er það sem svona í fljótu bragði við tróðum hérna brauti fyrir 2 árum síðan, svona cirka það sem við sæjum brekkurnar væru og það var eiginlega allan mín niðurstaða svo að þarna er brekka fyrir nánast flesta eftir getu. Það er stóri kostur og sérstaklega hérna neðst er mjög góð brekka fyrir algjörlega þessa yngstu iðkendur sem hefur kannski vantað hjá okkur á Húsavík. Svona þínir vildustu draumar, hvenær verður uppbyggingunni lokið heldurðu? Eða hvenær verður uppbyggingin orðið það mikil að hérna verður fjöldi fólks á góðum degi?
Ég myndi vilja sjá það vera kannski bara raunhæf innan 5 ára að þá væri komið hérna vegur og hér væri komið lyfta og hérna væri staður þar sem að húsvíkingar gætu komið á góðum degi uppbyttir og farið á gönguskíði og svikskíði og svona. Já, ég held að það væri alltaf gott að setja þessi markmið og raunhæf markmið en sko það hægt að gera þetta fyrr en ég held að það sé raunhæf markmið. Hvað erum við núna til dæmis í mikilli hæð? Sko ég held að hér séum við svona cirka rúmum 300 metrum og hnjúkurinn 580 metrar. Þannig að þetta ekkert kannski rosalega mikil hæð en hérna vill oft á tíðum vera snjór lengi fram á sumarið og lengi í hnjúknum. Þannig að það kannski líka sem við þurfum að fara að skoða hvað best að setja lyftu út frá snjóolögum og síðan þarf örugglega að laga brekkurna til svona miðað við það sem lyftan verður. En hvað með veðurfar? Já, hérna sko okkar reynsla þegar maður búin að vera að ganga hérna oft mjög góð veður og það náttúrulega kannski austanáttin og suðaustanáttin sem getur líka verið eins og allstaðar getur hún orðið slæm hérna en svona miðað þá okkar reynslu sem við erum að ganga hérna að þegar við erum komin hérna niður á þennan flata hér og við Reyðarárhnjúkinn þá oft besta veðrið að ef við tökum svæði frá Húsavík og hingað upp þá tel ég að hérna sé mesta veðursældin. Það líklega, minnst ákostið 3 stigum kaldara hérna heldur en var á Húsavík áðan. Já, það var það sem ég sagði við þig að það þetta, af hverju þessi snjór hérna og þetta skýringin að það oft mikil hitamunur frá Húsavík og hérna uppbyttir. Og það getur verið í +1 á Húsavík og þú getur komið í -5 gráður hér. Þannig að snjórinn sem kemur hérna helst mjög lengi.